og komið sæl og gaman að vera hér aftur eftir 6 ára fjarveru. Við ætlum að fjalla þá sálfræðiþjónustu, eða eins og við köllum deildina okkar, sálfélagslegu þjónustu sem hefur verið í uppbyggingu á HSN, getum við sagt síðan 2016 þegar ég var ráðinn inn ásamt Maríu Reykdal sem sálfræðingur okkar á Sauðárkróki. Í stórum dráttum þá erindið í þessari röð örstutt uppbyggingu heilbrigðiskerfis og í þessu tilfelli þá undirgreining geðheilbrigðiskerfið, svo hvernig við höfum byggt þetta upp hjá okkur, hver verkefni okkar eru og svona framtíðarsýn í einhverjum stórum dráttum. Við skiptum þessu þannig að ég fjalla svona almennt deildina í heild og Sófía fjallar svo þessa undirgrein sem geðheilsuteymið okkar. Og svona svo í klárinu að kynna okkur að þetta er byrjað á því. Þá ég gegn ég starfi yfirsálfræðings HSN og Sófía teymistjóri geðheilsuteymis. Nú þið þekkið þessa skiptingu. Við tölum fyrstu, aðra og þriðju línu í heilbrigðiskerfinu. Og svo svo sem aðeins deilt það hvar mörkin liggja, sumir skilgreina göngudeildir sem annarra línu þjónustu, en hér hef ég ákveðið að stilla þessu svona. Og það kerfi það umhverfi sem blasti við okkur öllum, alveg framundir að farið var að innleiða störf sálfræðinga í heilsugæslunni í einhverjum mæli, þar sem markvisst, þá staðan svo að við vorum með geðdeildir spítalana, legudeildir og göngudeildir og dagdeildir eftir atvikum. Við vorum með í annarri línu geðlækna á stofum, sjálfstætt starfandi, og svo sálfræðinga sem ekki eru enn hluti af opinbera kerfinu eins og við tölum að kerfið sé það sem að Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í kostnaði við. Og fyrsta lína er raunverulega engin. Sárafáir sálfræðingar á heilsugæslustöðvum í landi og sennilega 2015 hefði sennilega mátt telja þá yfir allt Ísland á fingrum annarra handar. Þannig þetta er staðan sem blasti við þegar að þingsályktun uppbyggingu geðheilbrigðisþjónustu var samþykkt 2016. Og ég kem svo betur hana eftir. Þetta er starfssvæðið okkar, þið þekkið þetta náttúrulega sem hér eru, en HSN sem sagt ekki með Austurland eins og spítalinn sinnir. Og við förum heldur ekki alveg jafn langt til vesturs eins og sagt. Okkar starfsemismörk eru á milli Blönduóss og Hvammstanga, þar Húnaþing eystra og svo til og með Þórshöfn austri. Að keyra þetta enda í enda eru rúmir 400 kilometrar og þess vegna höfum við verið mikið á ferðinni. Við erum okkar sálfræðingar að keyra yfir 3000 kilometra á mánuði í dag og það er eitt af því sem við höfum að markmiði að draga úr með fjarþjónustu. Svona er heilsugæslu hlutinn mannaður núna. Við erum með alls 6,8 stöðugildi í dag. Þetta hefur verið að byggjast upp jafnt og þétt frá því að María komum fyrst inn 2016. Þá voru stöðugildin líklega 2,4. Í dag eru þetta staðan í heilsugæsluhlutanum. María er áfram á Sauðárkróki í 70% starfi og sinnir Blönduósi líka. Og svo erum við orðin 6 hér á Akureyri, öll í fullu starfi. Og við pendlum eins og segir hér á glærunni. Það er 1 dagur í viku í Fjallabyggð, það er 1 dagur í viku í Dalvíkurbyggð, þar sem þessi heilsugæsla sinnir 2000 manns. Og svo eru 2 manndagar á Húsavík, þar sem við förum 2 saman 1 dag í viku þangað. Við reynum eftir megni að dreifa okkur eins jafnt og við getum, en eins og ég sagði, það verður allt einfaldara þegar við erum komið með fundabúnað í allar heilsugæslustöðvar og getum talað við fólk án þess að þurfa að vera sjálf á staðnum. Þetta er síðan staðan í heildina. 6,8 þarna sést með þróunin og 2,4 stöðugildi í því sem ég fjölskylduráðgjöf á heilsugæslunni á Akureyri. Þar sé við sameiningu HSN 2015 og svo hefur þetta byggst upp jafnt og þétt og síðasta viðbótin er ungur sálfræðingur sem byrjaði á okkur núna í
sumarlok hér á Akureyri. Og svo hefur hitt meginverkefni þessa árs verið að ráða inn í geðheilsuteymið sem að Sofía stýrir. Þannig í dag þetta orðin 11,3 stöðugildi sem við höfum. Þá ætla ég að gefa Sofíu orðið til að fjalla geðheilsuteymið. Góðan daginn. Þetta það sem ég ætla að fara yfir, bara yfirlitspunktar. Geðheilsuteymið HSN, þetta við. Ég sem sagt sálfræðingur að mennt, í 100% staða á Stimpla mín og Blönduós, svo fer ég mislangt. Júlía málastjóri og hjúkrunarfræðingur að mennt, staðsett hér á Akureyri í 100% staða. Hanna málastjóri okkar á Húsavík, hún sé svolítið austursvæðið, getur maður sagt. Og með Viktoría staðsett á Blönduós og sér vestursvæðið. Það það svona, málastjóri þar með yfirsýn yfir málefnum skjólstæðinga okkar. Einar Kristinsson sálfræðingur í halva stöðu hér á Akureyri og Erna Sigmundsdóttir iðjuþjálfi í 100% staða hér á Akureyri. Hún verður svolítið á ferðinni í allar áttir. Því að við störfum ekki bara hér, við erum heimi sem starfar þvert yfir stofnana á þessu. Svo spurning með Mr. X, geðlæknir. Það allt í vinnslu. Hlutverk okkar að veita þjónustu fyrir einstaklinga 18 ára og eldri með greindir geðsjúkdóma sem þurfa á þéttri þverfaglegri aðstoð að halda. Fíknivandi útilokar ekki þjónustu okkar því við höfum sérþekkingu í teymið. En það verður hins vegar metin alltaf hverju sinni hversu truflandi, mikil, alvarleg vandinn og hvort viðkomandi meðferðartekur. Þetta bara skilgreiningin á hvað teljist vera geðröskun og þetta eru greiningarnar sem við eigum að einblína á og við erum sem sagt að ræða þannig annars stigs þjónusta. Geðheilsuteymi HSN flokkast þar. Þannig að þetta hugsað svolítið eins og brú á milli fyrsta stigs og þriðja stigs þjónusta. Það ekki ætlað til þess að sinna bráðatilfellum en auðvitað reynum við að mæta þurfum niðurskjólstæðinga eins flott og hægt Við erum að tala sérhæfð meðferð til skamms eða lengri tíma. Við munum einnig starfa við ráðgjöf til heilsugæslustöðva og þetta reyna að stuðla gott flæði notenda og milli teymisins okkar og heilsugæslu, geðsviðinu hér, annarra geðúrræðastofnana. Auðvitað árangurmaldur með viðurkenndum aðferðum og sem nokkuð dæmi þar sem við sýnum ekki, ADHD-greiningar, einhverfugreiningar, greindapróf og þroskamat. Þetta sem sagt, Pétur sem búinn að fara yfir þetta starfssvæðið okkar. Þannig að þetta svolítið verkefni þegar við byrjum með 4,5 stöðugildi. Tilvísanir munu berast í gegnum heimilislæknar, kannski fyrst og fremst, en við munum líka opna í gegnum félagsþjónustu og geðsviðinu hér á sjúkrahúsi. Og beiðni verður þá send bara rafrænt í gegnum sögu og þar þurfa nauðsynlegar upplýsingar að koma fram. Því að þarna strax viljum við geta metið umsóknina. Það gerir ég sem teymistjóri í samráði við geðlæknisteymisins þegar hann kemur. Og ef að umsóknin svona talin raunhæf, þá bjóðum við viðkomandi í matsviðtöl. Og þá þetta hefðbundna, ítarlegt bakgrunnsviðtal, við notum mínigeðgreiningaviðtalið, auðvitað sérstakir sjálfsmatslistar eftir þörfum og þarna fæ viðkomandi strax bæklingur þjónustu teymisins. Hvað við erum og gerum og hvað við getum boðið upp á. Nú, eftir matið og matsviðtölum, þann tíma sem það tekur stundum, þá fyrst bjóðum við viðkomandi yfirtökuviðtal til þess að skoða og ræða áhugavert, móttækileikir, hversu meðferðartæku viðkomandi því þó svo að þú uppfyllir allar greiningaskilmerki og allt það, þá bara þarftu náttúrulega að vera tilbúin í meðferð. Og þarna viljum við strax gera bara skýr meðferðaráætlun og samningur, skýr markmið, skýr tímarammi, þannig að allir séu á sömu blaðsíðu. Meðferðarvinnan fer þá á stað og þarna erum við meðferðarhandbók í þróun. Við styðjumst við þegar á fjölfæðileg nálgun
og þið þekkja þetta vonandi með gagnreyndar aðferðir og klínískar leiðbeiningar. Endurmat verður náttúrulega alltaf gert, 3, 6 eða að minnsta kosti 12 mánaða fresti ef langtímamál er að ræða. Og auðvitað erum við vakandi þarna fyrir nýtingu þjónustunnar. Það kemur þetta með meðferðar, móttækileiki inn í myndin og að nýta þjónustuna þó að maður, eins og er komin inn, svo er það ekki sérstakt að maður verður í teyminu ef ekkert gerist. Því markmið okkar er alltaf útskrift og þá horfum við, drauma staðan svona, þá er náttúrulega ef við komum til búin að tilengja sér ýmis bjargráð við sínum vanda og komin með góð og uppbyggileg tengsl í sínu nærumhverfi og þá erum við að tala í heilsugæslu í örugglega langflestum tilfellum því við erum horfa á frekar þungan hóp með félagsþjónustu, félagslega. Þarna gerum við plön í sambandi við bakslagsvarnir og viðbragðsáætlun og þetta er fólk alltaf þá velkomið aftur ef að hluti þróast þannig. Nú, við ætlum að gera þetta með því að veita viðtöl á starfsstöðum okkar. Við munum líka bjóða upp á vitjanir í heimahúsum og eins og Pétur nefndi þá kemur mun fjárþjónusta koma inn í myndinni í okkar teymi líka því við getum ekki bara verið að keyra allan tíma. Við erum að tala fyrst og fremst einstaklingsmeðferð en eftir því hver hópurinn verður hverju sinni, við erum að tala miðað við núverandi mönnun að við munum hámark vera með 60 manns í teymið á hverjum tímapunkt. Þá munum við skoða hvaða hópmeðferðir eða námskeið gæti verið heppilegt að bjóða upp á. En það er ekkert fast. Út af við þá er náttúrulega samvinna við aðrar heilbrigðisstofnanir, félagsþjónustu og félagasamtök mjög hátt á lista okkar. Þá er það Pétur aftur. Já, ég ætla að taka við og fjalla það heilsugæslu hlutann, þessa fyrstu línuna. Það sem við sjáum á þessari glæru er þróun í fjölda snertinga hjá okkur í heilsugæslunni frá stofnun HSN eða samrunanum. Og þetta er þær snertingar sem er annaðhvort viðtöl eða þáttaka í hópmeðferð. Og þetta er ekki bara það að við höfum hlaupið hraðar með hverju árinu, þetta er auðvitað líka vegna þess að við höfum bætt mönnunina vel. En ég er nú samt sem áður mjög stoltur af þessu vegna þess að við munum fara langt yfir 3000 snertingar á þessu ári. Og við höfum verið að bæta við nýju fólki, tiltölulega nýútskrifuð bæði á þessu ári og síðasta, þannig að þetta fólk er heldur ekki komið í það sem ég myndi vilja kalla full afköst. Þannig að þessar súlur jafna bestu línu verður áfram upp á við á næsta ári, jafnvel þó við bætum ekki við okkur fólki. Þannig að ég er mjög ánægður með það. Manifesto þessara vinnu er geðheilbrigðisáætlun. Ég veit ekki hvort ég þekki það plagg, en þetta er þingsályktun frá 2016, þingsályktun númer 28 og 145. löggjafarþingi. Og hún skilgreinir rammann alla þessu uppbyggingu til þessa. Og markmiðin sem okkur eru sett þar er að bæta aðgengi að sálfræðiþjónustu á heilsugæslustöðvum. Bæta eða í raun og veru koma á sálfræðiþjónustu viðtalsmeðferð fyrir börn og unglinga því að hún hafði ekki verið í boði fram að þessu. Og svo þetta sem að Sófía var að rekja, stofna og reka geðheilbrigðisteymi í samvinnu við sveitarfélög og varaheilbrigðisstofnanir. Og þetta er auðvitað ekki tæmandi listi, svo eru skilgreind líka þrengra skilgreind atriði eins og að bæta til muna þjónustu við fjölskyldur mikið geðveiks fólks, þá með áherslu á börn. Meðferðartilboðin, ef við fer yfir þau, gagnvart fullorðnum, þá er það hammeðferð og það er fyrst og fremst hópmeðferð. Ég hugsa að við stefnum 80%, jafnvel rúmlega fullorðna sem koma til okkar í hópmeðferð sem er þá transdiagnostikahópur fyrir fólk með þunglyndis- og kvíðaeinkenni. Og það er alveg við hæfi vegna þess að í samanburði til að mynda við klíenteli sem er hér á geðdeildinni og ég sinnti þau 8 ár sem ég starfaði hér, þá var þessi hópur auðvitað að jafnaði miklu betri fasa. Við viljum að veika fólki
geti þá haft frjálsan aðgang hér upp eftir en við sinnum þá hinum sem eru minna veikir. Eitt af því sem að þessi geðheilbrigðisáætlun skilgreinir, það að þær meðferðir sem eru veittar, það skulu vera gagnrýndar. Það náttúrulega út af fyrir sig áhugavert að stjórnvöld sjá ástæðu til að setja það í áætlunina að meðferð skuli vera gagnrýnd. En svo það sem hefur eiginlega verið alveg einstakt við þetta að þarna geðheilbrigðisáætlunin sett upp eins og verkefnastjórnunarplagg. Þarna hafa verið tímasett markmið. Það sem ég held að við getum öll verið sammála að sé alveg nýtt í heilbrigðisþjónustu að þessu markmiðum hafa til þess að fylgt fjármagn á réttum tíma. Þannig að við raunverulega geta ráðið fólk til þess að standast þessi tímamarkmið. Og það svolítið áhugavert að maður skuli vera svona hissa á því. Meðferðartilboði barna. Eitt af markmiðum áætlunar, eitt af því sem okkur uppálagt að gera, að skima fyrir tilfinningavanda í grunnskólum. Við gerðum þetta hér á Akureyri sem tilraunaverkefni fyrir 2 vetrum síðan og ákváðum að gera það í 5. bekk og við byggðum þá ákvörðun á því að börn sem á annað borð eru búin að koma sér upp kvíðaröskun fermingu. Median age of onset þar 9 ára. Þannig að við vildum grípa þau nógu snemma til þess að kvíðavandinn hefði ekki fengið að malla í mörg ár. Þetta helgaðist líka af þeim meðferðarúrræðum sem við völdum að nota, sem hópmeðferð sem börn sækja með foreldrum sínum, sem heitir Klókir krakkar og einhverjir hérna þekkja. Það sem gerðist í þessu verkefni var eiginlega mjög skemmtilegt. Við höfðum sett upp spá það hvað við fengjum marga krakka og byggðum það á þekktri faraldsfræði úr rannsóknum bæði á Norðurlöndunum og í Bandaríkjunum og það stóðst eiginlega upp á aukastaf hversu marga krakka við fundum með þessum skimunum. Og þau fengu annars að vera meðferð í þessari hópmeðferð en svo fengu þau líka þau sem það þurftu einstaklingsmeðferð og einhverjar tilvísanir komu þá til hér til BUG-teymis upp úr þessu verkefni. Við höfum ekki farið í þetta aftur. Þetta verkefni fór í bið þegar að ný persónuverndarlöggjöf kom á og það núna raunverulega á hendi þróunarmiðstöðvar heilsugæslunnar að leysa úr þeim málum. En það fer þá af stað á landsvísu þegar það fer af stað aftur. En þar hins vegar allavega núna verið að horfa á að þessi skimun verði á unglingastigum. 13 ára krakkar frekar en 14. Og mér finnst í sjálfu sér fínt að skima á þeim aldri en ég hins vegar ósammála því að skima ekki 10 ára krakkana. Það eitthvað sem ég tel að við höfum sýnt fram á að hefur gagnsemi í þeirri skimun. En þetta þá skiptist svona og það eru allmargar snertingar sálfræðinganna okkar sem verða stuttar en jafnframt mjög árangursríkar þar sem að ræða einfalda ráðgjöf til foreldra. Það mjög algengt að við fáum tilvísanir vegna barna og það sem einhvern veginn þannig til komnar manntinn búinn að malla einhver tíma, hann vaxið hægt og rólega og svo gerist eitthvað þar sem allir fá allt í einu nóg og þá svona ákveðið babú ástand og það keyrt af stað með tilvísun en svo þegar til kemur þá getur flinkur sálfræðingur með góða reynslu í atferlismótun sett inn tiltölulega einfalt inngrip sem hefur mikil áhrif. Þarna erum við líka í samstarfi við skólasálfræðingana í sveitarfélögunum og það svona samstarf sem raunverulega bara í þróun og svo erum við að sjá svona með betri mönnum í BUG-teyminu hér, aukið og bætt samstarf við BUG-teymi líka. Plaggið góða sem ég nefndi. Í raun og veru þetta á það sem var til grundvallar þegar ég var ráðinn inn til HSN. Þetta 4 eða 5 blaðsíðna plagg sem skilgreinir fjölda aðgerða og skilgreinir fjölda ábyrgðaraðilum, það heilbrigðiskerfið, það félagsþjónusta, það kölluð til félagasamtök og svona NGOs eins og eitthvað á ensku. Eins og ég sagði áðan, það áhersla á gagnrýndar meðferðir, það áhersla á að koma þjónustunni út í feltið sem við höfum raunverulega bara við öll sem heild, Íslendingar ekki staðið okkur vel í til þessa.
Og svo þetta sem ég kalla rétta staðsetningu, þar að segja að fólk fái viðeigandi meðferð og viðeigandi stigi innan heilbrigðiskerfisins. Þeir sem eru alveg sem þungveikir geta treyst því að koma hingað og haldið áfram að fá meðferð hér á legudeild. Geðheilsuteymið okkar taki við sem millistig á milli heilsugæslu og spítala, en allur stóri massinn verði hjá okkur í heilsugæsluhlutanum. Og vonandi með tíð og tíma sjáum við einhvern árangur í því að sú snemmtaka íhlutun sem þar á sér stað skili bættri geðheilsu, skulum við segja. Þetta er mjög hófleg markmið. Það eru í þessu plaggi 18 skilgreindar aðgerðir sem að snúa að heilbrigðis- og félagsþjónustu, menntakerfi og fleiri aðilum. Það sem við höfum einbeitt okkur að til þessa er að þetta markmið að gagnreynd sálfræðiþjónusta verði aðgengileg á 90% heilsugæslustöðva fyrir árslok þessa árs. Svo má þetta teygja og toga hvað er heilsugæslustöð. HSN er í allt með 18 starfsstöðvar. Við höfum einbeitt okkur að þessum 6 eiginlegu stóru heilsugæslustöðum með fasta viðveru læknis og við náðum því. Við náðum því strax í fyrra að hafa viðveru á þeim öllum. Við erum búin að lýsa þessu skimunarverkefni í skólunum og svo er geðheilsuteymið að taka til starfa og svo eru ýmis önnur smærri en alveg jafn mikilvæg verkefni eða aðgerðir sem eru skilgreind í þessari geðheilbrigðisáætlun sem við erum að vinna að. Breyting sem ég bind ákveðna vonir við er að með tilkomu þróunarmiðstöðvar íslenskri heilsugæslu sem er svona einhvern veginn í startholunum á þessu ári, þá er svona von okkar í heilsugæslunni að það verði til einhvers konar stofnun þar eða reglíf sem að samræmir betur þjónustuna sem heilsugæslan veitir. Nýbúið að ráða það sálfræðingi í hálft starf sem er Agnes Agnarsdóttir sem hefur verið yfirsálfræðingur heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og hún verður svona samræmingarstjóri eða aðgerðarstjóri fyrir sálfræðiþjónustuna og þannig að við getum ekki kallað hluta af hennar starfskyldum að vera einhvers konar gæðavörður. Þannig svona, já, og hún fylgir það eftir að við séum að vinna að þessari áætlun. Geðheilbrigðisáætlunin, hún nær til 2020. Við erum líka með nýja geðheilbrigðisstefnu sem við kynntum á haustdögum, en ég hef ekki neinar upplýsingar það hvort að við fáum nýja geðheilbrigðisáætlun sérstaklega sem að taki við að þeirri sem að rennur út á næsta ári. Þetta þá það sem að við erum að gera og er framundan ásamt því sem var á síðustu glæru. Það er þetta að efla og styrkja teymisvinnu okkar innan stofnunarinnar og eitt af svona nýsköpunarverkefnunum á HSN núna er að svona sitt á hvað kalla verkjateymi eða niðurtrökkunarteymi. Við höfum ráðið hjúkrunarfræðing sem verkefnastjóra sem mun starfa þá með læknum og geðheilsuteymin okkar í að vinna með sjúklingum sem þurfa stuðning við að trappa niður háa lyfjaskammta. En svo er það samstarf í sveitarfélögin, það er ákveðið svona flækjustig og það eiginlega þá sérstaklega gagnvart geðheilsuteyminu sem sinnir öllu Norðurlandi. Á þessu svæði eru 6 félagsþjónustur. Það er félagsþjónustan hér á Akureyri, það er Húsavík sem sér alla Þingeyjarsýsluna nánast. Og þetta hér á Akureyri mjög öflugt, tiltölulega öflugt á Húsavík, mjög öflugt og flott á Sauðárkróki líka. Og svo erum við 3 félagsþjónustu svæði, Blönduós, Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð sem hvert sig er bara með rétt 2000 íbúa og þannig eru 2 til 3 starfsmenn. Þannig að félagsþjónusturnar sem makkerar í okkar vinnu hafa alveg ótrúlega ólíka resúrsa og þess vegna verður geðheilsuteymi svona eins og einhvers konar amapa í því að laga sig að því sem að þeim resúrsum sem í hverju byggðarlagi. Fjarmeðferðin, hún er að detta inn og við höfum nú meira að segja væntingar að frá Origo að á næsta ári verði hægt að taka viðtöl við fólk, live viðtöl í gegnum heilsuveru sem mun náttúrulega breyta öllu geiminu. Og svo er það þetta síðasta sem er aftur líka úr geðheilbrigðisáætlun, það er að efla þjónustu aðstandendur fólks með þungar geðraskanir. Þarna er í fyrst og fremst að hugsa börnin sem okkur eru uppálagt að sinna miklu betur en við gerum í dagunum.
Þetta svona það helsta. Þetta langt frá að vera tæmandi, en við allavega látum staðan minni hér og opnum þá bara fyrir spurningar. Takk fyrir áhuga Benedikt. Þú talar núverandi heilbrigðisráðherra að stórauka þjónustu í heilsugæslunni. Veistu hvað það þýðir? Ja, það ég er mjög ánægður ef hún ætlar að auka umfram það sem nú en það auðvitað, eins og ég skilja það, þá þetta verkefni, heilsugæslu sálfræðingar, ef það hugtak, þá þeir frá því að vera, eins og ég sagði áðan, líklega innan við 5 árið 2015, þá þeir orðnir 50 eitthvað í dag. Þannig að það auðvitað stór efling í sjálfu sér. Þeir skiptast alls ekki jafnt hins vegar. Við erum orðið tiltölulega vel sett hér á Akureyri. Ábyrgð okkar núna að fara út í periferíuna. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins áberandi illa sett. Þar hlutfall á milli sálfræðinga og íbúa raunverulega verst. Þegar frá taldir Vestfirðir, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða með höfuðstöðvar á Ísafirði hefur ekki tekist að ráða til sín sálfræðinga. Þannig að þar 6.500 landsmenn án raunverulega sálfræðiþjónustu í heilsugæslu. Þannig að þetta svona... Þessi stóru ráðherra, bara heilbrigðisáætlun frá, eða geðheilbrigðisáætlun frá 2016? Já, ég myndi nú ætla það og það var þarna fundur auðvitað í febrúar þar sem hún úthlutaði úr potti til geðheilbrigðisteyma. þar sem voru yfir 600 milljónir sem fóru í heilsugæsluna og hlutdeild okkar til að starta hér geðheilbrigðisteymi var 50 milljónir. Og það því miður miklu lægra per capita heldur en allar hinar heilbrigðisstofnanirnar fengu. Þetta umverulega samsvara því að við höfum fengið 1300 kall á hvern íbúa á Norðurlandi til að starta geðheilbrigðisteymi á meðan að til að mynda Vesturland og Vestfirðir fengu næstum í 3000 kall á haus. Þannig að munurinn á milli þeirra heilbrigðisstofnana sem fékk minnst á hvern íbúa, okkar og svo þeirra sem fengu mest, hann 250%. Og þetta hlutur sem við höfum verið að vinna, við höfum farið með skýrslur og minnisblöð í ráðuneyti, við höfum náð eyrum þingmanna um þetta líka og við höfum svona vonið til þess að við fáum einhver leiðrétting á þessu núna á þeim fjárlögum sem í vinnslu núna. En það sem hún að tala um þarna held ég fyrst og fremst eins og þú að sennilega aðgerðir sem þegar í gangi. Þetta geðheilbrigðisáætlun. Já, takk fyrir þetta. Þetta bara næstu nóg gott til að vera þetta. Maður beðið að það síðustu, eða hvað hann segja, það síðustu eftir einhverju viðbragði sambandi við svona mál. Og það komið á 21. öldinni. Eitthvað að frétta svona kalli eftir okkur frá geðheilbrigðisteymunum í Reykjavík eða þarna á suðurkantinum? Já, við erum í mjög nánu samstarfi við þau. Grundvöllur hugmyndarinnar geðheilsuteymin gamla geðmiðstöð inn í Breiðholti eða Mjódd. Það þetta upprunalega geðheilsuteymi sem heitir núna þá geðheilsuteymi Austurbæjar. Og svo Vesturbæjar og síðan svona kragateymi eða þannig fyrir Hafnarfjörð og Kópavog og Garðabæ. En já, yfirsálfræðingar heilbrigðisstofnananna, við erum með samráðsvettvang fyrir það sem við ráðum okkar og kvörtum svolítið og plönum svo áframhaldið og það eins með heimistjórana í geðheilsuteymum. Þau hafa mjög náið samráðsvettvang og við erum meira að fara bara mánudagsmorgun í suður í heimsókn, bæði í Reykjavík og á Reykjanes til þess að sjá hvað þau að gera sem komin aðeins lengra en við. Þannig stutta svar já, það fylgjumst mjög vel með. Takk fyrir gott, Benedikt. Fórið til að vita hvernig þessi skipur fer fram í skóla? Já, hún gerð með tvennslags stöðluðum sjálfsmatslistum sem hafa verið rannsakaðir ágætlega, sem að krakkar svara og út frá þeim einfaldlega það bara svona hefðbundin úrvinnsla þar sem að krakkar skýmast, þau sem skýmast yfir mörkum, það haft samband við foreldra þeirra.
og svo bara fer þar að ganga þetta ferli sem það þá samband við foreldra. Það samráð við skólasálfræðingana. Eitt af því sem kom í ljós var auðvitað fullt af þessum krökkum voru þegar í þjónustu annars staðar, skólasálfræðingum, út í bæ og svo framvegis. Og svo vandastigun, þar sem að kom í ljós sumir að svöruðu með þeim hætti voru jafnvel að gefa upp sjálfsvígshugmyndir á þessum listum. Þannig að það fór þá í algjöran forgang með einstaklingsmeðferð. En svona minna kvíðnir krakkar fóru þá í þessa hópmeðferð sem ég lýsti. Þannig að þetta var svona framgangurinn í þessu. Það hefur lagt spurningalisti þá reglulega? Skimunni var bara þessi fyrsti listi og svo í gegnum þau sem að fara í meðferð voru metin reglulega. Svona bara með hefðbundnum hætti. Það var gert í 5. bekk, það voru 10 ára krakkar, já. Og það, eins og ég byrjaði að lýsa áðan, sú ákvörðun byggir á nokkrum þáttum. Hún byggir á því hvenær krakkar byrja að þróa með þessi kvíðavanda, hún byggir á því hvaða meðferðarúrræði voru með. Og það sem ég gleymdi að nefna áðan er að hún byggði líka á því hvenær lesskilningur er að jafnaði orðið nægilega góður til þess að við geti svarað listunum. Við notuðum 2 lista og eitt af því sem við læriðum var að annar þeirra er of háflögur fyrir krakka á þessum aldri. Þannig að hann verður ekki notaður aftur. Já. Já, mér langar að spyrja þig út í biðlista, og fræga íslensku biðlista í heilbrigðiskerfinu. Hvernig gengur nú þetta í þróun hjá okkur? Hvernig eru biðlistarnir hjá? Eru langir biðlistar? Ekki geðheilbrigðiskerfinu, það er ennþá verið raunverulega bara að taka inn fólk. Það er mjög ólík staða hér á Akureyri og svo restina af Norðurlandi. Það er miklu viðráðanlegra í smærri byggðarlögum. Mjög erfitt að gefa upp meðalbið eftir þjónustu á stað eins og Húsavík eða í Fjallabyggð af því að hlutirnir rúlla þar. Fjallabyggð hefur mjög gott aðgengi af heilsugæslulæknum og meðan mönnun annars staðar er miklu verri. Og svo kannski gerist lítið þar í mánuð og þá erum við helviti brött og segjum að það sé engin biðlisti og svo kemur bara jafnvel og þetta hefur raunverulega gerst, það kemur duglegur afleysari og þá er allt inni rosa biðlisti í nokkra vikur eftir það. En hér á Akureyri get ég sagt að bið barna, sem 17 ára yngri eftir þjónustu, hún er að jafnaði við sem forgangsröðum þar, það er fyrst, annar og þriðji svona alvarleiki. Krakkarnir sem eru metin alvarlegust eða þyngst þau bíða í dag innan við 4 vikur. Hinir hóparnir geta beðið lengur. Í þjónustöðu fullorðna, henni skiptum við þannig að við leggjum okkur mikið fram að sinna þeim sem koma úr meðgönguvernd og ungbarnavernd, þar sem þá fyrst æviða barn, sinna þeim tilvísum strax og þar get ég sagt að það er innan við 2 vikna bið eftir þjónustu. Það kemur tilvísun frá lækni eða ljósmóður eða hjúkrunarfræðingi í ungbarnavernd, við sinnum því strax. Síðan eitt af þeim nýmælum sem við höfum tekið upp hér á Akureyri núna með því að við fengum eitt sálfræðing í viðbót í fullorðinsþjónustuna er að á fullorðinsbiðlistanum, þar sé 18 ára eldri, og tökum við líka út fyrir sviga þá sem eru yngri en 30 ára. Við höfum lagt okkur fram að hafa stutta bið aldrinum 18 til 29 ára. Hún er líka núna í haust, einhvers staðar, hún er rétt mánuður, en þeir sem eldri eru geta tóna og bíða lengur. Og við fáum ennþá líka tilvísanir sem við vitum ekki alveg hvað erum að gera við. Fólk sem er allt of veikt fyrir heilsugæsluna og það verður stundum svona, ég kann nú ekki við að kalla það vandræðamál, en við sitjum þá svolítið í hvaða farvegi að vísa því og þá tekur það stundum einhvern tíma. Þetta er mikil framför frá því sem var í fyrra þegar við lentum bara í dálítið miklu mönnunarvandræðum, mistum fólk út í veikindi og fólk sem byrjaði á okkur og hætti svo. Af því að síðustu áramót, eða kannski í nóvember á síðasta ári, þá var biðtími fullorðinna því miður alveg hálft ár. Ég geti sagt að hann sé að jafnaði ekki lengur en 3 mánuði.
Það má kannski bæta við, það var geðheilsuteymið að við erum náttúrulega ennþá bara í svona prufufasa sko. Við höfum ekki formulega opnað fyrir tilvísanir, þannig að það mun svo sem gerast mjög fljótlega, og við sjáum strax fram á því að hér á Akureyri verður örugglega biðlisti bara ansi fljótlega. Já, kannski rétt að Bara svona til að benda á það. Rétt líka að taka fram, sko, með geðheilsuteymi, eins og ég var að segja áðan, við fengum minna fjármagn en aðrar heilbrigðisstofnanir og þess vegna erum við með þessa 3 málastjóra sem að samtals að sinna bara 2 stöðugildum. Við metum það svo að við svona skiptum í þessari innleiðingu okkar, þá skiptum við Norðurlandinu yfirleitt ýmist í 3 eða 4 hluta. Það er vestursvæði og það er austursvæði. Og svo er Akureyrarsvæði langstærst og stundum tölum við norðursvæði líka sem er þá Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð. Og ef við skiptum þessu svona í ferð, þá þessi 3 jaðarsvæði einhvers staðar öll á bilinu 4 og upp í 6.000 íbúar og restir síðan hér. Þannig að það gefur auga leið að ein staða málastjóra hér er allt og lítil mönnum miðað við að það sé 50% fyrir vestursvæði og 50% fyrir austursvæði. Við töldum ekki raunhæft að auglýsa lægra stöðuhlutfall á þeim svæðum að störfin eru einfaldlega ekki áhugaverð í minna stöðubroti. Þannig að næsta, þegar við fáum meiri pening, þegar við fáum sem leiðréttingu sem við vorum að lýsa áðan, þá er næsta ráðning annar málastjóri hér á Akureyri. Já. Lengd þjónustu. Það er ekkert fast ákveðið, það er bara metið hverju sinni, en ég myndi að halda að í langt flestum tilfellum miðað við hversu þungur hópurinn er almennt og er þetta frá nokkra mánuðir til 1 ár og nokkru mánuðir. Jafnvel lengur. Í Vesturbæjarteyminu sem ég heimsótti síðast nú í vor, þá var talað að 2/3 hlutar af notendum eins og þetta var þá, voru krónikerar, fólk með króníska geðröskun. 1/3 var fólk sem var séð fram og kæmi inn, yrði takmarka tíma og færi út. Eitt af því sem að gerir þjónustusvæðið okkar svo fjölbreytt er að þeir krónikarar sem búa hér á Akureyri í búsetu hjá sveitarfélaginu og í fastum kontakt við geðdeildina nú þegar. Við sjáum ekkert endilega verkefni fyrir okkur þar. Það eru bara fólk í jafnvægi og góðum fasa. Þannig að það er kannski frekar í hinum sveitarfélögunum þar sem að býr fólk með sambærilega sjúkdóma en ekki með þennan þægilega aðgang og geta tekið strætó og geðdeild, ókeypis strætó meira að segja. Það hefur áhrif á þau verkefni sem við förum inn í og tökum á. Þannig að við erum ekki að fara að brjóta allt og bramla. Við förum alltaf og lögum okkar að ástandinu sem er fyrir. En auðvitað viljum við helst ekki að þetta verði þannig að fólk sé komið með ævilangan meðferðarsamning. En þá var eins og Sofía sagði áðan að koma frekar inn, taka fyrir stutt eða styttri skilgreind markmið, hvað eðast svo og svo getur fólk komið aftur seinna. Það er náttúrulega alveg eins með geðraskanir eins og fullt af öðrum sjúkdómum að fólk á verri tímabil og svo bara tímabil það sem gengur á þetta. Sem er náttúrulega þessi kemur inn á hvert flæðið svo mikilvægt upp á flæðinu, þannig að það fljótt að stoppa og bara... Já, þá verður þetta bara enn eitt stíflaða úrræði. Já, við viljum það náttúrulega. Það er bara mjög áhugavert og gaman að heyra þegar maður búin að taka til að heyra þegar maður veit að þetta búið að vera í pípunum og líka bara þessa áherslu og verður skemmtilegt verkefni milli staða, stofnana að mynda samvinnu hengst því að þetta er svona hóp sem að kannski kemur oft upp í þriðju línu þjónustuna líka en getur eins og við dreigið úr þannig að fólk getur á lengri tíma þá kannski heima á þyngri inngrip. Já, og þarna kemur alltaf samstarf í félagsþjónustu líka inn.
og sjáum þau, og ég nefndi félagsstörf, við náttúrulega glemdum að nefna að það heimahjúkrun líka á þessum stíðum sem við verðum eflaust líka með samstarfi. Og þetta einmitt eins og þú segir alveg, þetta mjög skemmtilegt og það vill svo frábærlega til að það einmitt í auglýsingu núna staða sálfræðings eða fyrir þá sem vilja koma og vera með í þessu ótrúlega skemmtilegu verkefni. Ef það ekki fleiri spurningar, þá þakka við kærlega fyrir. Takk.